Komið sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðarpi sögu skoðun. Ég heiti Andri Jónsson. Ég heiti Ólafur Hersir Arnaldsson. Blessaður Andri. Já, komdu sæl. Hlaðarpi sögu skoðun hlaðarpi sögu og sagfræðileg málefni, þar sem að við komum nú saman hér annars slagið og ræðum þau. Og við erum hér samankomnir á sunnudagsmorgni, það nú ekki á hverjum degi sem að við gerum það. Við höfum nú komið svolítið síðan við vorum hér að taka upp á sunnudagsmorgni, Ólafur minn. Já, það var þetta síðan. Það svolítið öðruvísi, sko. Já. Mér finnst þetta fínt, sko. Ég fer alltaf snemma að sofa og vakna snemma, þannig að þetta alveg fullkomin tímasetting fyrir mig. Ég mitt fer alltaf svo seint að sofa og vakna seint, sko, þannig að það svona mismunandi við það, sko. Já. Við vorum hér í síðastu þætti af hlaðvarpinu að ræða pínu svona öðruvísi málefni. Við vorum að ræða stríðsglæpi og stríðslög og þar á undan vorum við að tala Rauða krossin, svolítið tengt þemu. Og við erum nú komin í febrúar 2024, þetta með vera þáttur númer 84, ef mér skjáttlast ekki. Og hvað ætlum við að tala um í dag? Já, í stuttumáli áttu að tala þá Al-Andalus og endurheimtina. Já. Veldi múslima á Spáni. Já. Þetta ég verð að segja að ég mjög gíraður fyrir þessum málefni. Það er alltaf svo gaman þegar við erum að tala um miðaldir. Já. Miðaldir skemmtilegar. Já, þegar maður er að fara hérna úr einhver svona nútímanum og 20. öld og 19. öld og svo alltaf pínu svona refreshing að fara aftur til miðalda. Já, einmitt. Og málefni dagsins er alveg mjög miðaldalegt málefni, það er óhætt að segja það. Það er það. Þú sagði mér einmitt að þú er að fara til Córdoba, var það ekki, í sumar? Já, við fljúum til Malaga og verðum rétt hjá Malaga og Córdoba er jú bara, hvað er hún, ekki nema 2-3 tíma frá Malaga, 3 tíma kannski. Þannig að ég er að fara á þetta svæði og ég reyndar séum ekki fyrir mér ég fari til Córdoba þó að það væri nú gaman, en ég ætla þá að fara til allan að Granada sem er það einmitt síðasta vígi múslima þá á Spáni sem féll þá bara rétt fyrir eða svona rétt við lok miðalda. Já, þetta er góður inngangur að þessu. Ég myndi vera að hugsa þetta maður er svo gaman að sjá tengingar. Og árið 1492 er eitt af þessum stóru árum í sögu vestursins og kannski heimsins. Já. Það er auðvitað árið sem að Kristófer Kólumbus fann innan gæsalappa Ameríku og var auðvitað svona upphafið af bara nýrri heimsmynd, algjörlega nýju tímabili í sögu Evrópu og opnaði fyrir nýtt heimsögulegt tímabil líka, þó svo að sjálfur atburðurinn hafi kannski verið minna mikilvægur en það er svona symbolíkin í því. Kristófer Kólumbus var auðvitað að vinna fyrir spænsku krúnuna eða krúnu Kastilíu. Var hann ekki ítalskur eða hvernig það þáttur? Já, það er bara áhugaverð, maður er svolítið deila það. Jú, hann var held ég, ef ég mann rétt, frá Genóa og þá ítalskur, en hann var líka held ég gyðingur, allan að gyðingaættum. Einmitt. Og það er nú kannski ekki aðalatriði í þessari sögu en ég ætla að tengja þetta því að Kristófer Kólumbus nefnilega var viðstaddur líka þetta sama ár 1492 annan mjög merkilegan og sögulegan atburð í sögu Spánar og það var fall Granada þegar að hinni sömu stjórnendur Kastilíu, Ferdinand og Isabella drottning tóku á móti uppgjöf emirsins í Granada og var það þá síðasta vígi múslima á Spáni sem féll eftir margra alda yfiráð. Og báðir þessir atburðir, þetta eru litlar atburðir en eru svona upphafspunktur af einhverju gríðarlega stóru nýju tímabila sem spila lykilhlutverk í og síðan kannski lítill atburður sem er svona
endapunktur á aldagamalli miðaldasögu Spánar og Kristófer Kolumbus sjálfur, ef marka má það sem að hann skrifaði, var á að hafa verið viðstaddur báða þessa atburði. Já. Og það er náttúrulega engin tilviljun að við segjum að sko, þú veist, þarna enda miðaldir, skilur, og nýjöld byrjar, skilur, þetta er nýtt tímabil og það sem er einkenni miðaldir auðvitað svo mikið, það er þessi meðal annars, skilur, þessi barátta á milli kristinna manna og múslima og kristni og íslam er svona central málefni þegar við tölum miðaldir. Já. Og það er svolítið málefni dagsins og kannski næsta þáttar ætlum að ræða þessi mál. Einmitt. Og til dæmis það er mikilvægt að áhugavert að skjóta það inn að við erum ofta í þættinu, við erum ofta að tala hugtök og við erum ofta kannski leiðrétta þegar menn eru að nota kannski mikið svona hugtökur að benda og þetta sé nú ekki alveg nógu rétt og eitthvað slíkt og það er til dæmis er mikilvægt að hafa það í huga þegar maður er að tala miðaldasögu að hugtakið til dæmis Evrópa á raunveru ekkert erindi þar þú veist, það var alltaf talað kristindómin, þú veist, það var þessi kristni heimur, eða þú ætlar að tala allir einhverja Evrópumenn og reyna að skilgreina til dæmis Spánverja sem einhverja Evrópumenn það er eitthvað sem hefur verið lít skiljanlegt. Já, og það er náttúrulega svo mikilvæg hluti þá í stað þessum miðalda hugmyndaheimi að þetta sko, þessi kristnu einkenni náttúrulega er ekki jafn mikilvæg síðan upp úr öllu þessu. Nei. Þetta spila rullu þetta mörgundur áfram í tíman og til dæmis rakst hérna á sagnfræðibók sem til dæmis talar fyrri heimsstyrjöldina sem ákveðna krossferð og Krímstríðið er líka var litið á sem ákveðna krossferð eða síðasta trúarlega stríðið og slíkt þannig að við lífa svona hugmyndir áfram en svona almennt sé getur maður alveg fært rök fyrir því að þarna er svona ákveðin endapunktur. Einmitt, já. Þetta er svona þegar maður ætlar að hólfa skipta söguna og búa til kategóriur og setja hluti í hólf, þá getur við verið með eitt hólf sem heitir miðaldir og Al-Andalus er alveg klárlega mjög vel staðsett í því hólfi. En algjörlega. Þá erum við búin að koma því á framfæri að þetta er miðaldir. En hvað er Al-Andalus? Já. Við nú tala við mannesku sem að var að segja mér hefði ekki hugmyndum það að Spánn hafi verið múslimskt ríki ára og aldabil og það er kannski ekki allir sem að vita það en við erum að tala náttúrulega bara múslimskt samfélag sem að er kannski bara á pari við önnur íslamsk samfélag í Norður Afríku og í Miðausturlöndum og verður stofnað á svipaðan hátt. Algjörlega og það sem er að það er mitt líka sko, við tölum náttúrulega núna þessum enda, náttúrulega byrjunin náttúrulega líka er mjög skýrt innan miðalda því þegar að Rómaveldi var að leysast upp og vesturhlutin þróaðist á í þessi germönsku ríki, náttúrulega var Vísigótaríkið var þarna og Vísigótar drottnuðu þá yfir Spáni og eftir því sem þessi arabíski heimur og Íslam þandist út og þá réðust þarna yfir þá blanda af örubum og berbum og þeim tókst á þetta 711 að sigra þá síðasta konung Vísigóta og það er líka stórmerkileg saga við erum náttúrulega að tala það ekki tjóðan setna hvernig ríki Vísigóta bara hrundi þarna eftir einu orustu og þessir menn þá sáu sér leik á borði að því þarna allt í unni eftir að konungurinn féll þá var þarna tómarum á öllum Íberíuskaga. Já. Og það leiddi til þess að þá var það ennþá meiri pressa og þá komu ennþá fleiri hermenn og ættbálkar frá Norður Afríku sem voru þá nýlega búin að taka upp Íslam og þeim tókst þá að leggja þarna undir sig megnið af Íberíuskaganum og meira að segja var krafturinn það mikill í þeim að þeir héldu inn í Suður-Frakkland. Einmitt. Og mættu þar Karli Hamri eins og hann þekktur ég held ekki reynin sem er frönskuna það er allavega þannig að ég heldur bara íslenskuna og svo þensla
Sko, klassíska evrópska söguskoðunin gengur út á það að þessi þensla þá var stoppuð af Karli við, ekki på Tours? Jú, Tours, já. Já, og manstu hvenær það var, svo orusta? 700 og eitthvað sko. Já, hún þarna örugglega 732 kannski. Já. Og þá til þess að líka fyrst mér svo áhugavert, þá kemur líka inn í þetta sko, hvað var það? Sumir sagnfræðingar spila það voða mikið upp og líta þetta sem svo ef múslimar hefðu unnið mest þá orustu og þá hefði mögulega Frakkland orðið Íslams líka og jafnvel haldið áfram inn. Sumir segja að Karl hafi þarna bjargað þessari þá kristindóminum og það sem setna mér átt eftir að verða evrópsk menning. Ég held að sannleikurinn sé ykkur þarna á milli, því til dæmis að það gefur alveg auga leið að ef þessi herleiðangur sem fyrst og fremst var leiðangur bara til þess að ræna og rupla. Já. Og það var þannig, þú veist, að orustan og innrásin í Spán byrjaði líka sem það. Arabar og berbar voru ekki að ráðast á Vísigótaríki til þess að leggja þau undir sig. Þetta var einfaldlega bara herleiðingur og sjá svona hvað getum við gert. Ef aftur á móti þeim hefur tekst að sigra til dæmis Karl og Frakka, þá gefur auga leið að þá hefur þetta haldið áfram bara lengra og lengra og lengra. Það þannig með alla svona hópa, hvort þú voru mongólarnir eða víkingar eða hvað það er. Men pressuðu náttúrulega bara áfram þangað til þið voru stoppaðar einhverju tímabili. Þannig að það sem gerist þá er með þegar Karl stoppar það og þá voru þeir hraktir aftur suður fyrir Pýrenejafjöllin. Og þá sé hann upp úr þessu myndast þá þetta Al-Andalus sem þá þetta ríki múslima þá á Íberíuskaga sem nær yfir megnið af því sem í dag allt Portugal eins og það í dag og megnið af Spáni eins og Spánn í dag. Já, ég runni bara allan Íberíuskaga nema bara rétt svo norðurströndina. Já. Við Biscaflóa, heitir það ekki? Biscaflói. Og það er vegna þess að þarna eru náttúrulega háfjöll, þannig að þarna gátu pínulítil kristin ríki haldið lífinu í fjöllunum. Sko þetta er að því að tala tímabilskiptinguna þetta, við segjum að þetta sé endir og endir miðalda upp á nýaldar en auðvitað þess að segir byrjunin á þessu líka algjörlega upphaf miðalda líka því við veist að koma inn á þetta með vísigótana og fall Rómarveldi sem við miðum við sem endalok fornaldar. Við segjum endalok fornaldar cirka 500 eftir Krist, fall Vesturrómska ríkisins og síðan náttúrulega innrás Araba eða hvað ég að segja hernám Araba á allri Norður Afríku og Miðausturlöndum á 7. öld og þá ertu komið bara algjörlega nýja heimsmynd og þetta er náttúrulega bara hluta af því að við sjáum kalifadæmið eða veldi múslima blása út mjög hratt á 7. öld og 8. öld eða fram í 8. öld og það er svona eins og þú segir skilur, þetta er svona mótstaðan er kannski ekkert svo mikil. Við höfum auðvitað rætt það hvernig þetta var við botn Miðjarðarhafs þar sem að hinn fornu ríki Austurrómska ríkið og Sassanítaríkin voru bæði frekar svona veik eftir mikla bardaga og síðan er lítil mótstæði í Norður Afríku þar sem að vandalar voru búin að stofna sitt ríki og það er kannski auðvitað rétt að koma því að hér aðeins smá inngangur af þessu auðvitað að það er þjóðir sem að stjórnuðu þessum svæðum, þetta voru náttúrulega germanska þjóðir eins og þú sagðir, þetta voru gotar og vandalar, þetta eru bæði þjóðir sem koma frá svona sem er í dag Þýskaland, Mið-Evrópa, Pólland-ish breiðast út, vísigotar setja staðið á Spáni, vandalar eru síðan hraktir áfram yfir Gíbraltarsundið og það er einmitt spárið því, það er alveg gríðarlega framkvæmt að komast yfir Gíbraltarsundið fyrir svona þjóð sem átti kannski ekkert svo mikið að skipum og var ekkert svo mikið svona skipa að því að Gíbraltarsundið er nú frekar lítið á korti sko, en ég held að ef þú stendur á ströndinni sko og horfir út þá er þetta svolítið haf sko. Já, það er ekki svo miklu straumar þarna. Miklu straumar. Já. Hvað heitir þetta? Herkulesar Súlur Herkulesar einmitt. En við náttúrulega kallum þetta Njörvasind. Það er gamla góða norrennan.
Njörvasund. Þannig ég hlakka við til sko, ég ætla að fara til að Njörvasundi og svona spurning hvort ég fara líka þá yfir til Marokko, til Tangiers, það hefur verið gaman. Já, þú verður alltaf að gera það, getur þú sagst að vera í Afríku sko. Já, það var ekki sagt að ég hef verið í Afríku. En síðan líka áhverð, ég ætla líka að skjóta það inn, maður hefur lesið svo mikið Gibraltar. Já. Og við köllum þetta alltaf venjulega Gibraltarsundi í dag og eitthvað svona. En það til dæmis, ég vissi þetta ekki, það er arabíska. Því sko Gibraltar er komið af Jabal Tariq, sem þýðir þá fjall Tariqs. Heyrðu, áhugavert, Tariq, ég ætla að koma að þessu. Hvað er það nafn eða? Já, Tariq, það er þá hvort að það sé ekki einn af þessum herfröningjum sem fóru þarna yfir. En allavega, ég ætla að segja sko, svo ég klára þetta nú með vandalana sko, að þeir koma síðan til Afríku og svo auðvitað þegar múslimarnir koma fram þá er búið lítil mótstað og eins og þú segir, þetta er svona hvað getur við séð hérna þú veist, prófum að fara lengra skilurðu og svo þeir eru búin að setja staðin í Norður Afríku í Maghreb eða það sem Alsír er og Marokko og þar þá ertu með hann karakter, Tariq ibn Ziyad og þannig kemur þetta Tariq öruglega ég er nú samt ekki það vel að mér í arabísku að ég geti sagt til hvort þetta sé nafn eða ættanafn eða hvernig það virkar en það er mjög flókið maður en allavega þetta er svona herfóringi og árið 711 og hann fer yfir sundið inn á Íberíuskagann og gerir það svolítið eigin frumkvæðis samkvæmt heimildunum og virðist vera svolítið svona tilviljanakennt eða jafnvel svona hérna tækifæri sinnað einmitt bara svona athuga skilur smá reit sko og síðan sigrar hann konung Vísigóta Róderik eða Róðríkur eða hvað hann heitir á íslensku, hann hefur pottið eitthvað íslenskt nafn, ég var nú ekki búin að fletta því upp. Já. Ráðríkur? Næ, ég veit það ekki. Róderik og einmitt í enskum heimildum. Það getur vel verið hann heitir Ráðríkur, ég veit það ekki, en já. Og hann konungur Vísigóta og hann alltaf fellur hann bara eins og spilaborg í einnu orustu. Kemur síðan stjórinn hans, fóringinn hans, Musa ibn Nusair og samkvæmt sögunni er hann fúll við hann fyrir að hafa verið að fara í svona tækifæri sinnaðan leiðangur á hans að spyrja leyfi og hýðir hann og annað en sér síðan auðvitað leika borði að eins og þú segir, hér er bara ríki Vísigóta fallið eins og spilaborg þannig að þá tekur við hernaður sem að virðist vera mjög einfaldur þeir leggjandi sig allan Íberíuskagann á bara nokkrum árum búin að leggjandi sig þetta allt saman og kalla landið Al-Andalus og það er einmitt það sem að múslimar áttu síðan eftir að kalla þetta land og við kannski áhugavert þetta nafn því að við erum auðvitað með svæði núna hér að í Spáni, suðurluti Spánar er kallaður í dag Andalusia á spænsku sem auðvitað bara komið af þessu arabíska nafni Al-Andalus og þegar við segjum Al-Andalus þá erum við auðvitað að tala bara þú veist, bara þetta muslimska ríki sami hvaða stærð það er skilur þú veist, þegar 1492 þegar það er bara Córdoba emírdæmið við suðurströndina þá er það Al-Andalus skilur og svo þegar við erum að tala allan Spán þá er það Al-Andalus en uppruni orðsins er held ég svolítið óljós. Það eru margar kenningar þetta. Já. En við vitum hins vegar það að þetta er ekki arabískt orð. Arabar voru meðvitaður það þegar fréttir þetta bárust til Damaskus, til höfuðstaðarins í Umayyada kalifadæminu að þá eru menn meðvitaður það að hér er útlenskt heiti þannig að þetta kemur úr líklegast einhverju lokal tungumáli. Kannastu við það? Já, ég lesi eitthvað aðeins það. Jú, sem ég haldi að þetta komið þá einmitt frá Vísigótunum eða mögulega vandölum hérna líka. Ég sé til dæmis einhver halda fram Vandalos, það kom þetta Al-Andalus. Einmitt, ég hef heyrt það líka. Vandalos, einmitt. En í til þess bókinni sem ég las, þá var hann einmitt að halda á lofti þessari að þetta væri gottnest hugtak, þetta landa hlauts eða hvernig sem að ber það fram þá á vísigóttensku.
Vísigotnesku. Já, það var sem sorglegt nefnilega með þessar hérna, ég held að sé ekki til eiginlega að skrifa heimildum á hvorki vandölsku né vísigotnesku, ég veit ekki eins og hvað maður kallar það. Þetta sér tungumál, voru þetta ekki germanir bara? Jú, þetta eru germanir er náttúrulega tölu allar mismunandi tungumál og það sem til sko er náttúrulega gotneskan, til dæmis við höfum biblíuna að hluta til á gotnesku. Já. Það er eiginlega það eina sem til á gotnesku og svo veit ég ekki hversu skyldir til dæmis vandalir og þetta fólk var þeim, það er spurning. En sko gotar, þeir eru náttúrulega, þú ert náttúrulega með vísigota á Spáni og svo ertu með ostrógota á Ítalíu. Og þetta auðvitað kemur úr latinu, það ekki, vísi vestur og ostró austur. Jú. Þannig að þetta bara basically vesturgotar og austurgotar. Já. Alveg svo þú ert með Júgóslavía og Ostróslavía og Vísislavía, eitthvað sem ekki hvort það sé til en þú ert allavega með Júgóslavía, Suðurslavar og ég sem aldrei hef talað Vísislavía en það væri þá vantarlega Pólland og Tékkland og Slóvakía og nei, allavega austurgotar og austgotar eða þeir eru stundu kallað austgotar eða ekki ostrógotarnir. Jú. Og þetta þegar náttúrulega flætti þetta yfir náttúrulega fullt af þjóðum og ostrógotarnir einmitt voru lengi á Balkanskaganum og svo tóku þeir Ítalíu og svo náttúrulega með Frankana í Frakklandi og það er náttúrulega svo áhugavert náttúrulega líka að hugsa til þess náttúrulega hvað ef þessi arabíska þensla hefði ekki átt sér stað og það hefði þróast áfram þetta ríki germanskt konungsríki til þess á Íberíuskaganum. Hvað þá þetta vandalaríkið í Túnis? Býtu, við að rugla hérna, hvenær við erum að rugla maður. Múslimar sigruðu ekkert vandala neitt. Það voru Rómverjar sem sigruðu vandala. Það var Justinianus. Jú, hann var búin að sigra það áður. Sem hafði lagt undir sig Norður Afríku og Ítalíu þetta og Ostrógota. Jú, það er alveg rétt. Hann Belisarius, hersöðinginn, hann slæði það undir sig. Og það náttúrulega var svo búin að slá það út þannig. En þeir náttúrulega þurrkuðu samt ekkert út fólkið og slíkt. Nei. Og bísösk áhrifin náttúrulega voru líka svo veik og þeir voru náttúrulega búin að missa mikið tökin þarna á þessu héraði sínu þá, Afríku sem þá í dag Túnis og svona sem vandalaríkið var. Já. Og þannig að það reyndar eins með ostrógotana, náttúrulega voru bísansmenn að brjóta það og bakkaftu líka. Já, einmitt. En samt náttúrulega ef arabar hefði ekki komið til sögunar, þá náttúrulega hefði þetta Túnis svæði í dag orðið náttúrulega sjálfstætt að öllu líkindum. Og það spurning sko hvað var til af þá vandölskum áhrifum en þá á þeim tíma sem síðan í raun og veru druknaði allt náttúrulega hvort þið bara þegar arabar tóku yfir að enda það tala allir arabísku þarna í dag eiginlega. Þetta er voða mikið svona alltaf í sögunni að það kemur alltaf einhver nýr þjóð og tekur yfir og ný þjóð og það er svona sjaldnast sem að þjóðin sem að býr á svæðinu og það er kannski einmitt með svona svæði, það er kannski ekki svo mikið af fólki sem býr þarna, ég veit ekki. Nei, og svo náttúrulega líka, kemur náttúrulega líka sem við erum að tala að það er náttúrulega þessi að þegar nýja þjóðin kemur og tekur yfir og verður einhvers konar yfirstjætt að það náttúrulega byrjar ákveði ferli þar sem að það verður þá pressa á þá sem eru kúaðir að verða nú hluti af þessari nýju herraþjóð. Algjörlega. Og til dæmis með Andalúsíu að þeir leggja þarna undir sig arabar þá, kristið samfélag og búið kristnallan í Íberíuskagan. Það var reyndar, voru þetta ekki kaþólikar, mikið af þessu fólki voru áhangendur aríusar, sem var svona villitrú í augum kaþólika. Já. Og megna þessum germansku þjóðum fylgdu þessar aríusar kristni sem gekk út á það að Jesú væri manneskja, hefði ekki verið Guð. Já. En þá náttúrulega komum við þessi pressa að taka upp Íslam til þess að geta tekið algjörlega fullan þátt í samfélaginu og öllum þeim gæðum sem samfélagið hefur upp á að bjóða. Þannig að þá er það sem gerist hérna að hægt og rólega náttúrulega varð spátt íslamskur. Einmitt. Og þannig að það sem gerist líka alltaf þegar þess að þjóðu taki yfir, vandalir koma og það náttúrulega hefur áhrif á það það náttúrulega er það sem herraþjóðin setti það pressu á fyrrum Rómverja og eitthvað slíkt. Svo koma arabar og taka yfir, þá er það allt orðið nýja herraþjóðin og þá hægt og rólega hverfu þessi vandala áhrif og menn verða örbum eða berbum
og svo eins náttúrulega þegar arabarnir vaða hann yfir Spán og náttúrulega hægt og rólega hverfa þessi vísigotnesku eða vestgotnesku áhrif. Ég held að sé, við erum aðeins að ef við skautum aðeins yfir bara svona útlínundan af þessari sögu að þeir leggja þetta undir sig þarna 711 Já. Svo sjáum við verða pólitíska breytingar í Umayyada ríkinu eða kalifadæminu hinu gríðastóra veldi muslima sem næri yfir alveg bara hálfan heiminn þar sem að komast til valda Abbasítar í Damaskus og þá brotnar Andalúsía frá restinni. Já. Þá það þessi svona hálfgjöru stofnandi þessa ríkis Abd al-Rahman fyrsti sem að var Umayyadi eða sérst af ætt, þetta voru svona valdaættir í kalifadæminu, Umayyada ættin sem að sérst hann var hann skild menni kalifan sem var settur af sem flúði til Spánar og stofnaði þar svona sjálfstætt ríki sem þá í rauninni Umayyada ríki. Já. Eftir að Umayyadar höfðu mist völdin í restinni af kalifadæminu og þá tölum við Abbasíta veldið nokkur 100 ár eftir það og bara svona til þess að skauta hratt yfir sögu að þetta verður síðan að kalifadæmi, emirdæmi kalifadæmi brotna síðan niður og sameinast svo aftur og svo framvegis ég kunni tala aðeins betur þetta en það sem einkennir alltaf þessa sögu að þetta ríki síðan alltaf í stanslausu stríði, þetta frontier samfélag í stanslausu stríði við kristnuríkin í norðri og svo náttúrulega ná kristnuríkin á endanum að brjóta þetta tilbaka og þannig að við köllum með rekonkista sem við ætlum að tala aðeins betur betur þetta allt sem ég ætla bara aðeins að leggja út útlínundar þetta. Já. Svo við áttum okkur aðeins að því hvað við erum að tala þetta sko. Það því að á einhverjum tímpúnti þetta hluti af stóru kalifadæmi og svo öðrum tímpúnti þetta sjálfstætt ríki og svo á sumum tímpúntum þetta samansafn smáríkja en landið og samfélagið það sem við köllum Al-Andalus. Og þetta náttúrulega eins og þú segir, þetta náttúrulega flókin saga því ef maður miðar þá við 711 þegar múslimar leggja þetta undir sig til 1492 þegar Granada fellur þá það svona sögusviðið og innan þess tímaramma þá stanslaus hernaður og hernaður þá milli þá múslim og kristina manna en svo líka á milli múslima og eins það koma þá líka berba þjóðir inn í þetta sem líka leggja undir sig Al-Andalúsíu og þetta svona eins og þú sagði líka þetta svona frontier samfélag. En það einmitt þetta því þú segir berbar sko og þú veist að tala með svona samsetningu þjóðarinnar vegna þess að náttúrulega fólki sem bjóðna fyrir þú veist vísigotarnir eða hvað að kalla á spánverjarnir þú getur bara að kalla á spánverjarna skilur fólki sem bjóða á Spáni skilur Íberju skæi þetta ekki komið af Hispania eða hvernig það Jú, það Hispania en það sem sko þetta nefnilega samblanda sko á þetta eru Púnverjar frá Karþagó sem kemur uppalega frá því sem í dag Líbía og því svæði síðan er það fullt af keltum keltneska þjóðir einmitt, baskar og líka með baskara sem sérhópur okay. Svo náttúrulega ertu með Rómverja Spánverjar er þá afsakið mig anakrónismi, við skulum láta það leggja það til hliðar ég veit ekki hvað Íberjumenn ok en það auðvitað þannig að náttúrulega þetta fólk heldur náttúrulega áfram að búa þarna og svona stærsti hluti þjóðarinnar það segja, þjóðarinnar í Al-Andalus það verður til yfirstétt araba sem eru á toppnum en þeir eru alls ekkert margir þeir eru kannski bara í efstu stjórnunarstöðum og í menningarelítinu og svona svo ertu náttúrulega með stóra hluta berba og hver eru berbar? Já, það þessi ættbólkar sem bjuggu í eyðimörkinni þá í eyðimörku Norður-Afríku og raun og veru berbarnir teygja sig raun og veru allt frá því sem í dag Marokko og langt austur til Íraks og finnur berba á öllu þessu svæði en að megnunni til í Norður-Afríku og það hefur alltaf verið svona stíft á milli araba og berba því berbar tala sín tungumál og eiga sína menningu og svolítið í andstöðu við arabana, arabíska menningu og það nefnilega líka áhört að við sjáum oft fyrir okkur bara svona eitt stórt Íslam
einmitt Það hefur alltaf verið mikil spenna innan Íslams og til dæmis það sjáum við í dag að sko stærsti andstæðingur Írans það ekki Bandaríkin og Ísrael nei. Það ríki sem Íran hatar mest af öllu með Sádi-Arabía og það náttúrulega vegna þess að Íran eru persar með persnesku og svo Shía þetta á móti þessum örubum og það eins, þú veist, Tyrkir og það alltaf gífurlega spenna melli Tyrki og Araba og það spenna sem ennþá þetta í dag og þá einmitt Arabar móti berbum en önnur svona spenna einmitt. Og menn hafa sagt svona af hverju voru þeir að fara yfir Gíbraltarsundið og taka undir sig, leggja undir sig Íberíuskaga, það hafði auðvitað verið nefnt þarna þess að við tölum þetta tækifærismennska og svona, en það hafði auðvitað verið kenninga líka það til að berbar í Norður-Afríku hafi haft augastað á Íberíuskaga hríð og að það hafi verið mögulega, þú veist, hugmyndin hafi mögulega komið þaðan, sko, hvernig væri að við færum í leiðungur hérna norðurettir og sigurum þess að vísigota og svona, en berbar eru þá auðvitað svona stór hluti af samfélagi Al-Andalus en ekki meiri hluti líka, þeir eru líka í minni hluta og svo þarna stór hluti lokalfólksins auðvitað sem að heldur áfram að tala sitt tungumál sem að við köllum við ekki rómans, eða hvað kallast það, heitir ekki rómans, sem þessi blanda af þá latínu sem að þróast út í spænsku, sko, svona eins og þú veist Middle English eða eitthvað þannig, skilur þetta svona. Ég þekki ekki nokkra þá sögu en það getur vel verið af því við náttúrulega líka aðtöðu það náttúrulega að þegar að vísigóta komið þarna yfir var náttúrulega Íberíuskagi náttúrulega borðin rómverskt landsvæði, þú veist, menn töluðu þarna megnum til latínu og rómverski borgarar og allt slíkt, enda þess náttúrulega spænskan skild latínunni. Fyrirgefur mér ef ég að fara með náttúrulega máli ef það var ekki rómans, með minnir það sé orðið en ég get þú googlað þá eftir en það getur vel verið. En við erum allavega að tala lokáltungumál sem að þróast úr latínu og á síðan eftir að verða spænsku, portugalsku og katalónsku þessum tungumálum sem við erum með í dag. Og þá þetta eru þarna mikið af fólki sem að tekur upp Íslam en síðan eru þetta mikið af fólki sem gerir það ekki þó svo með tíð og tíma þá náttúrulega þetta gerist það hægt og rólega að þetta verður alltaf meiri hluta íslamskt samfélag náttúrulega en það eru þetta eins og í öllum þessum íslamsku ríkjum út alltaf með þessa dýnamík þess með svona ákveði trúfrelsi þar sem að trúar hóparnir fá að lifa undir ríkjunum gegn því að borga skatt og annað þannig að þetta lifir aðeins áfram. Já, við getum talað aðeins það því það einmitt mikilvægur hluti einmitt af þessari íslamsku útþenslu og það einmitt þetta að það liggur alveg fyrir og það alveg augljóst í Íslam að maður á að bera virðingu fyrir bæði gyðingum og kristnumönnum. Það kemur skýrt fram í Kóraninu vegna þess að það fólk bókarinnar þá verið að vísa til biblíunar. Samkvæmt íslamskri guðfræði þá vandamáli bara að biblían spilltur texti þannig að hreini textin og besti textin Kóranin og Kóranin náttúrulega sína rætur að rekja þetta til biblíunum vegna þess að það samkvæmt íslenski guðfræði ákveðin sannleikur í biblíunni hann bara búin að spillast aðeins þess vegna Kóranin betri. Það þýðir þá þegar að þessir arabar voru að leggja undir sig fyrst og fremst á kristinsamfélög og vel að merkja þetta voru allt kristinlönd Egyptaland og Palestína og Írak og hvaða var öll Norður-Afríka og svona að þá var það hluti sem íslensku guðfræði út að virða trúfrelsi þessa fólks svo framalega sem að borgaði bara skatt það var þá skilgreind sem dimmi það orðið sem notið yfir þetta og það var í rauninu veru sko í hag leiðtoga að það væri sem minnst pressa í rauninu veru á að skipta trú og breiða út Íslam af því þá vildir hafa sem flesta sem borguði þennan skatt. Já, þetta náttúrulega tekjulind. Þetta náttúrulega tekjulind en síðan samt auðvitað vandamálið að til þess að taka fullan þátt í íslamsku samfélagi og ná að klifra sko alveg á toppin í samfélaginu þá gast ekki verið almennt kristinn eða gyðingur og alls ekki náttúrulega eitthvað sko fjölgyðistrúar það líka mikilvægur hluti þú veist það alveg tvennt gjör ólíkt að vera til dæmis norrænt maður og heita á Óðinn og vera kristinn og fylgja Jesú þannig að það náttúrulega var ákveðin pressa þetta þannig að elítan til dæmis og til dæmis fjölskylda hans Roderiks eitthvað hans frændum til dæmis tóku upp Íslam bara leið
til þess að geta þá tekið síðan virkan þátt og unni með þessari elítu. Ennfremur koma náttúrulega líka inn í þetta þættir eins og til dæmis fjölkvæði þar sem að múslimar mega eiga margar konur miðað við venjulega 4 konur. En málið sko, það skiptir engum máli hverja trúar þær eru. Það með alveg verið kristnar eða hvað, það skiptir ekki máli. En öll börnin eru alin upp sem múslimar. Og þá náttúrulega gefur auðvitað leið að þegar þú ert með elítu sem setur þessa kröfur, þú verður að taka upp sömu trú og við, vera múslimi til þess að taka fulla þátt í elítunni. Börnin okkar verða að vera alin upp sem múslimar. Að þá náttúrulega gerist það eftir kynslu og þá náttúrulega verða fleiri og fleiri múslimar pluss það líka að þú ert að borga minni skatti úr ekki múslimi. Þannig þess vegna náttúrulega breytast öll þessi samfélag úr því að vera kristin eða jafnvel gyðingar eins og Jemen, þar voru meira gyðinglega konungsríki áður en múslimar röðu undir sig og þess vegna verða öll þessi samfélag síðan að meiri hlutar múslimar. Þetta auðvitað nákvæmlega sama og við ræddum þegar við vorum að tala bara fyrir nokkrum þáttum síðan um púðuveldin, mástu Ottoman og Safavíta og Múgala og þetta var svona, við fórum auðvitað yfir þetta er svona, en svo auðvitað á sama tíma eins og við talaðum líka áður, þá auðvitað geta samfélag líka að lifa mjög lengi eins og við erum með mörg kristninsvæði í Miðausturlöndum og svo auðvitað voru gyðingar, stór hópur gyðinga í Al-Andalus sem að lifði fram yfir Reconquista en þetta er mjög áhugavert og það er náttúrulega líka svolítið svona þema kannski í þessu sko sem er sko áframhald versus uppbrott eins og alltaf í sagfræðinni sko. Sko, að hvað leiti sjáum við línur sem að teygja sig sko frá Al-Andalus yfir til Vísigota eða Síður-Rómverja skilurðu og þetta er auðvitað eitthvað sem menn hafa skoðað í sagfræðinni en auðvitað kannski líka í fornleifafræðinni skilurðu, material, kultúr og annað, þú veist að hvaða leyti erum við að sjá breytingu og menn hafa séð auðvitað þú veist við erum með þessar lokal höfðingjaættir og svona eins og þú veist að tala bræður Ródriks og svona að hvað leyti heldur þetta áfram að vera lokal höfðingjaættir og að hvað leyti þetta stílbrot en náttúrulega þegar við erum að tala fleiri 100 ára tímabil þá erum við að sjálfsögja að tala náttúrulega bara sérstakt samfélag algjörlega og til dæmis það er áhugavert með þessa soldána og þá þessa elítu og kannski sérstaklega soldána að þeir eru auðvitað að byrja að koma fyrst auðvitað sem arabar og svo eftir því sem þeir eru auðvitað giftast þá konum frá Íberíuskáðunum og halda út í sínum kvennabúrum að þá þegar þeir voru búin að stunda það náttúrulega marga kynslóðar það endar að þannig að þessi síðustu soldarnar voru rauðhærðir og bláeðir og drifhvítir og þú veist eiginlega ekki vottur að arabísku blóði eftir í þeim ef maður orðar á sem svo Jesus ég veit er ég held að maður tala um menningu þessar ríkis, hún er svolítið merkileg sko þetta var alltaf svolítið ríkt land og það er auðvitað það sem hefur verið svona kannski svolítið svona kennimerki Al-Andalus og þetta er svolítið sérstætt eftir svona að lesa þessu þetta sko þeir líka litu og sko þeir voru sjálfstæðir á tímbili sko við erum að tala þess að ég sagði á hann þetta var hann hvað heit hann Abd al-Rahman fyrsti svona cirka 750 stofnar hann Emir dæmið sem er þá í rauninni bara Spánn og þetta verður mjög svona ríkt og öflugt ríki Córdoba, eins og við nefndum áðan höfuðborgin Córdoba er svona borg sem hefur á sér svona ímynd einhverja svona glæsilegra stórborgar bara á pari við Damaskus og Bagdad og Konstantínópel skiluru á pari við þessar stóru miklu miðjarðarhafsborgir og það talaði sko Córdoba er bara miðstöð menningar og lista og bókmennta og vísinda bara í vestrinu sko eins og það tala það á þessum tíma Emir dæmisins það er að segja á þú veist 8., 9. kannski ekki 8. eða þú veist 9., 10., 11. öld eitthvað svoleiðis og svo 9. og 10. öld er svona gullöld Al-Andalus og það sem að
þetta hefur verið svona frægt fyrir þessi gríðalega gróska mikill litteratúr sem kemur frá þessu svæði, mikill kveðskapur og andalúsiskur kveðskapur var frægur sko í restina af í hinum íslenska heimi. Menn voru að lesa bókmenntir í Sýrlandi og Egyptalandi og allstaðar og það hefur verið talað, nú ekki svo vel að mér í kveðskap svo sem ég hef heyrt tala að það sé ykkur sérstök tegund sérstaklega ekki vel að mér í arabískum kveðskap en eins og ég hef heyrt tala að það sé ykkur sérstök tegund af svona bragarætti eða hvað þetta er sem á upptök sín í Al-Andalúsi sem var það svona æði sem var svona vinsælt út um gjörvallan hinn íslamska heim sem menn voru síðan að imitera og svo framvegis og bókasöfnin, þetta voru vist stærstu bókasöfni allir í Evrópu eða þú veist í vesturinu einhverjum tugi bókasafna bara í Córdoba og allt þetta og þessi þemu sem að Andalúsíumenn sem ég skilst að komi svolítið fram í þessum bókmenntum þeirra og svona sjálfsímynd þeirra og svolítið áhugavert þetta með sko að þeir sjá sig þetta sem svolítið sér samfélag sem er svona þessi öðruvís en hinnir þau eru eyja í rauninni og vegna þess að þetta er náttúrulega landfræðilega er spátt náttúrulega aðskilin frá restin af Afríku með hafi og síðan eru þau náttúrulega aðskilin frá restina af Evrópu með þessari víglínu basically sem er við kristnuríkin þannig séð Andalúsía eða Al-Andalúsía heila eyja og eins og við sögum á þetta er frontér-samfélag sem mótar það líka þetta er svona ríkt gróskumikið ríkt samfélag sem er alltaf í svona stöðugu stríði við svona þessa heiðingja í norðri sem eru svona en á sama tíma þá eru þeir í samskipti við Spánverjana og þeir eru að læra af þeim líka og það er alltaf exchange á milli allstaðar Afríku og Evrópu og kristindóm líka þannig að þetta er svona eins og þessi frontér-samfélag og það var áhugaverð rannsókn sem ég sá það sem að menn voru að rannsaka þá staði sem að lærðir menn frá Andalúsíu voru að ferðast til og niðurstöðu voru sko framan af tímabilinu þá voru lærðir menn mikið að ferðast til Miðausturlanda og alla leið til inn í Mið-Asíu og út allt og þeir litu svolítið á þú veist, við þurfum að læra frá miðjuna því þetta var líka periferi skilurðu? Já, það er svo þannig að þetta er eyja, þetta er einangrað, þetta er periferi þetta er frontér-samfélag en á sama tíma er þetta svona gróskumikið og ríkt samfélag og það er náttúrulega stafar megnuleitinu til af því að eins og ég teki eftir mér finnst það áhugavert með eins og til dæmis þennan íslamska heim að stærst stóru menningaborgir Íslams voru aldrei Mekka og Medína sem eru kjarnir í Arabíuskaganum stóru menningaborgirna voru hvar það var Damaskus á Bagdad Alexandria mögulega Córdoba, Konstantinópel, það er borgirna langt frá þar sem að voru þá mismunandi menningarsamfélag sem komið saman þá náttúrulega fær maður mismunandi sín á hlutina það er öðruvísi hugmyndir mönnum er augrað á ákveðin hátt það er ekkert slíkt auðvitað í Mekka en er ekki Mekka og Medína bara líka er eitthvað þar spyr svo sem ekki veit býr eitthvað fólk þar, er eitthvað rauðleitar þar er þetta ekki bara heilagur staður í raun og veru fyrst og fremst bara heilagur staður og náttúrulega pílagrímarnir sem fara þarna og ég held að það sé það sem hefur haldið þessum borgum fyrst og fremst gangandi en náttúrulega þetta make a sense að þessa borgir sem þú nefndir áðan Córdoba, Konstantinópel, Bagdad þetta eru þetta meðstöðvar verslunar og fornar miðstöðvar heimsvelda allavega Bagdad og Konstantinópel og Alexandria algjörlega og þarna náttúrulega koma saman þá einmitt mismunandi hugmyndir og náttúrulega það sem gerist auðvitað til dæmis þarna í Andalúsíu og þarna ertu náttúrulega með allavega mismunandi strauma sem koma saman og það náttúrulega líka hluti af því að þessi sögulega mynd og þessi ímynd Andalúsíu hefur verið
það er svolítið erfitt að skrifa þetta vegna þess að þetta sem við erum búin að tala núna þá það er margir sagnfræðingar sem vilja einmitt draga upp ákveðna mynd af Andalúsíu sem rosalega flottu fjölmenningarsamfélagi þar sem var mikil gróska og umburðulendi og slíkt og maður getur þetta sagt að það sé þannig að hluta til en það er ekki öll sagan. Nei. Og þess vegna fannst mér til dæmis það var mjög skemmtileg bók sem ég las hérna sem heitir Kingdoms of Faith A New History of Islamic Spain eftir Brian Katlos spurning hvernig maður berða fram en allavega hana og það sem var mjög sérstaklega það sem ég var sérstaklega ánægð með þá bók var það með hvernig hann reyndi sko að ná ákveðnu jafnvægi hann var ekki bara í þessum öfgumum og þarna var þetta rosalega glæsilega opna umburðulinda fjölmenningarsamfélagi og hann var ekki heldur í hinum öfgunum að nei það var bara kúun og niðurlæging og endalaus hernaður á milli kristinaríkja og íslamskra því auðvitað sko raunveruleikin er alltaf svo miklu flóknar en svo en það til dæmis er það áhugavert að hann bendir á það í þessari bók sinni að það alltaf var heilmikið sko samstarf og til dæmis það voru alveg kristin menn sem góttu rísju hátt í þessu ríki Andalúsíu og til dæmis setna meir þegar þetta var búið að liðast meir í sundur þá til dæmis á tímabili var hann ákveðin hvað það soldátni konungur sem var gyðingur til dæmis og stýrði í einhverju ár stórmerkilegt en á sama tíma voru menn líka teknir af lífi fyrir að ekki fyrir að bera ekki næga virðingu fyrir til dæmis Múhameð og kristin menn sem liðu píslavættis dauða fyrir trú sína og auðvitað kirkjur sem var eyðilagðar og auðvitað þrælahald og allavega slíkt og þess vegna fannst mér að það er sérstaklega ánægð með þessa bókjör hann reynir svo sem að ná okkur jafnvægi og reyna að draga svona eins raunverulega mynd og hægt kannski út frá þeim heimildum sem við höfum að því sagnfræðingar hafa tilhneigingu líka til þess að velja heimildir sem passa sko, mér finnst þetta mjög áhugavert sko, að því að Andalús mér finnst þetta svo áhugavert af því að Andalúsía er horfin og það gefur þínu sagnfræðilega viðfangsefni eða þessu viðfangsefni alltaf svo einhvern veginn svona annan sérstakann blæ og það er auðvitað þess sem við erum svona fascineraðir af Austurnorska ríkinu skilur, eða Rómarveldi eða þú veist þessum löndum, þessum samfélagum sem eru horfin og það er svolítið þann með Al-Andalus að þetta er svona kannski ekki eina en allavega svona stærsti hlutin af þessari útþenslu íslam sem að síðan hvað við segja yfirbögaðar eða kasta tilbaka þó svo við séum auðvitað með hérna múslimar auðvitað réðu stóran hluta Balkanskaganum sem hefur náttúrulega verið ítt tilbaka aftur svo sem mér finnst þetta samt svona að vera eins öðruvísi að þetta er svo miklu eldra sko að því að þú veist, mér finnst þetta að vera bara svolítið eins og Sýrland bara eða Egyptaland eða þú veist Túnis eða eitthvað skilur, þetta er bara svo gróin hluti af þannig að þetta er svona og kannski tölum aðeins það við tölum með betur Reconquista líka, þetta er svona eina dæmi svona vellukkaða þú veist krossferð eða þannig gegn Íslam en allavega sko, af því að Al-Andalus er horfið sko, þá hefur það náttúrulega svona þá er þetta bara til ímyndunarafl okkar í dag auðvitað, og í heimildunum og svona, í fornleifafræðinu og arkitektunum og svona og þess vegna verður til svo mikið af sko, hvað við segja, mítum eða mismunandi hugmyndum og eins og er alltaf með söguna sagan er náttúrulega bara það sem við búum til fortíðina og þú sér til mér eins og ég hef lesið hvað við segja, svona sagnaritun eða söguskoðun í hinum íslamska heimi hefur verið nefnt til dæmis að menn hafa litið á Al-Andalus sem svona paradísarmissi skilur þetta og það var svona þessi jákvæði ímyndum Al-Andalus sem þetta ríka, flotta listilega samfélag með þessum fallegu görðum og þetta var hinn sannkallaða paradís og svona þessi arabísku skáld og rithöfundar sem voru að tala Al-Andalus sem þú veist hvernig var þetta hérna þú veist ef þú byrjið í Al-Andalus þá ferðið ekki til það myndi aldrei fara til helvítis vegna þess að þú byrjið nú þegar í paradís og eitthvað svona skilur þetta var þessi rosalega mynda af Al-Andalus sem þessi sakalega paradís og svo náttúrulega verður það náttúrulega þú veist þetta kannski magnast svolítið upp af því að hún er þá horfin sko þá er þetta mist þetta heimaland sem er horfið sko
og það líka þetta sem maður gleymir stundum sem svo skrítið hugsa út í sko, að því að okkur fyrst Spánn vera svo óbúslega eðlilegt að það sé bara Spánn, fattar þau en eins og til mér þegar þessir síðustu gaura voru að eins og Emirinn hann í Granada allir þú veist þegar hann ætlaði að fara að fá þú veist pólitískt hæli eitthvað staðar sko í Norður Afríku eða í Sýrlandi og hann var búið það skilur þá sagði hann skilur nei ég vil ekki yfirgefa heimaland mitt það sem forfeður mínir hafa lifað og þá er þetta náttúrulega heimaland þeirra það sem að sko forfeður þeirra hafa verið bara kynslu eftir kynslu skilur já, algjörlega en það er þetta bara sama eins og með Grikklanda og í Anatólíu og annað en þannig að þú ert með þessa svona útópíun liggur við mynd sko sem arabar hafa og síðan ertu þetta með myndina þessu í spænskri sagnaritun sem líka mjög áhugaverð vegna þess að Spánverjar náttúrulega líta á Al-Andalus sem þú veist óvinnin sem þeir yfirbuguðu og þess vegna hefur alltaf verið erfitt að finna pláss fyrir Andalúsíu í sögu Spánar og við sjáum sko þá voru svona þessir hvað kallaðist það, svona orientalistar eða svona arabistar á 19. og 20. stöldinni sem að voru að skrifa um þetta og þá einmitt var til svona söguskoðun sko að þú veist Al-Andalus væri sko þá voru þeir að reyna að fá þetta inn í þjóðarsögu Spánar með að segja sko Al-Andalus voru sko þeir voru Spánverjar þeir voru bara múslimski Spánverjar og þar af leiðandi voru þeir sko betri múslimar heldur en allir hinir af því þau voru Spánverjar, skilur þannig að þú veist það er alls konar svona mismunandi sín á þetta eins og allt og svo bara aðeins að kommenta á þetta sem þú nefnir með mítunum þetta eða hvað við segja þessi hugmyndum Al-Andalus sem þetta svakalega umburðarlenda ríki og það er sko, hefur oft verið talað bók sem heitir The Ornament of the World sem kom út árið 2002 eftir Maria Rosa Menouchal ég kann nú ekki bera þetta fram hún kom með hugtak sem er kallað convivencia sem hefur svolítið verið notað í spænskri sagnaritun og það þýðir svona hvað segir maður svona coexistence samfélag fjölmenningarlegt og fjölbreytt samfélag sem er svona hugtak sem á að lýsa þessu samfélagina í Al-Andalus og það kemur svona inn á þessum tíma þegar þú veist Íraksstríðið og 11. september og svona þetta var svolítið svona svona ferskur blær inn í samskipti vestursins og miðausturlanda að segja sko hér var samfélag sem að allir voru vinir og lifðu saman í harmoni sko en svo eins og þú segir svo hefur þetta verið líka sýnt á annan hátt það er blaðmáli og það sem við fundið svolítið erfitt að finna bækur sem ég finnst kannski vera nóg hlutlausar sem að tala þetta því ég skil alveg þessa freistingu að ætla að reyna að skrifa söguna svo sem líka þannig að hún sé eigi sérstaklega við okkur í dag og þá einmitt reyna að leggja áherslu á eitthvað svona samvinnu og eitthvað svona jákvætt fjölmenningarsamfélag og þá horfir menn fram hjá ákveðnum hlutum eða reyna að spila fram sérstaklega því sem hann þykir jákvætt og þá er þetta aldrei snúið þetta með sögun þetta þess vegna hefur mér fundist það vera það er svona þurrumputaregli hjá mér ef mér langar þetta virkilega til þess að kynna mér eitthvað þá reyni ég að lesa svona 10 bækur það allavega ef ég búin að lesa 10 bækur eitthvað ákveðið efni þá er ég með svona býstna góða yfirsýn yfir það en það, þú veist, ég geri það ekkert með allt þú veist, ég er ekkert búin að lesa 10 bækur þetta nei. En ég er búin að lesa samt slatta og þannig ég har alveg tekið eftir í það er ákveður svona tendensar hérna og svo er alltaf þannig eins og ég sagði líka þú veist, raunveruleikinn er alltaf flóknari en svo að því til dæmis auðvitað múslimar auðvitað líta á sig sem réttmæta íbúa og eigendur þessa lands en það sem er líka áhugavert er að segja að þessi kristnu konungar seinna meir sem voru þá búin að vera fastir upp í fjöllunum í marga kynslóðir að þeir byrja síðan að vísa til sko þessa gamla Vísigótaríkisins og að múslimarnir hafi stólið frá þeim ríkinu sem þeir áttu tilkall til og svo þegar að
þetta kalifadæmi þá upp úr 1031 þá liðast þetta kalifadæmi sundur og það byrjar sem að kalla svona tæfa tímabilið. Ég man ekki hvað tæfa stendur fyrir, það er ekki bara svona smáríki. Jú, það er nefnilega fyndið að tæfa sko þýðir held ég það hefur verið þýtt á ensku sem party. Já. Eins og sko stjórn, altså political party eða þú veist sem svona flokkur eða hluti eða eitthvað svo leiðis eða faksjón eða eitthvað þannig og þannig að tæfa konungar hafa það stundu verið þýttið sem party kings. Já. Einmitt. Og það er einmitt sko, þá einmitt þetta 1031 þetta ríki þá liðast í sundur og það liðast virkilega sundur, þannig að við erum meira að tala um að það voru bara borgríki og slíkt. Það voru 20 eitthvað, voru þetta ekki eitthvað milli 20 og 30 svona tæfa smáríki. Já, alveg fullt að. Já. En þá einmitt upp úr því, hvort það sé ekki einmitt sko upp úr 1038 að þá var einmitt eitt konungur sem þá einmitt sendir sko þá frægt bréf Fernando I sko af Kastilíu. Hann sendir einmitt frægt bréf þar sem hann segir krefst þess að fá landið sitt tilbaka. Já. En það sem gerist þá að 1081 þetta ríki þá liðast í sundur og kristnuríkin þá byrja að styrkjast og þau byrja að byggja upp líka þessu sko krossfara hugmyndir. Algjörlega. Og svo náttúrulega líka til þess að skjóta inn kannski þessari samvinnu kannski, þessar tveggja samfélaga. Er það til dæmis áhugavert að Alfonso til dæmis, Alfonso VII, hvort það var það ekki, og sonur Fernandos, hann til dæmis titlaði sig sem sko konung hinna tveggja samfélaga. Kannski myndum við reyna að orða það sem einhvern veginn svo eða þýða einhvern veginn sem svo á íslensku. Þannig að hann titlaði sem ekki bara sem konung kristinamanna eða konung Kastilíu, heldur konung múslima og kristina. Einmitt. Þannig að þú veist, sakfræðingur auðvitað hafa líka rétt fyrir sér þegar þeir eru að tala um leggja áherslu á samvinnuna. Já, ég held einmitt þetta konvivencia hugtak sem ég nefndi áðan. Það var ekki í þessari bókan Ornament of the World sem þetta hugtak kemur fyrst fram. Þetta er held ég eldra hugtak sem að svolítið umtalað held ég líka undir Franco sko, af því það var svona einræðis stjórn það sem var að vera að kúa ólíka hópa og svona. Já. Og ég held að það sé mitt ekkit endilega bara vera að vísi í Al-Andalus sem sko, það er að segja múslimarnir sem umburðarlindir gagvart sko gyðingum og kristnum heldur kannski líka hjá hinum kristnu, það er að segja bara íbúum Spánar, þetta sé samsóðningur af mörgum trúabröðum. Já. En sko, já, ég held að það sé oft með þessi ímyndum sko miðalda Spán sem svolítið svona umburðarlitt samfélag þó svo það auðvitað verið líka mikið stríð og endalaust sko. Og þetta er náttúrulega bara því að mannskepnan eru auðvitað þannig, þú veist, og þú tekir hvaða stjórnmálaleiðtoga sem er í sögunni og þú getur bent á jákvæða hluti sem viðkomandi hefur gert og þú getur bent á slæma hluti sem viðkomandi hefur gert. Og það til dæmis er maður líka með þetta að sérstaklega eftir að kalifadæmi leysist upp og það verða öll þessi smáríki, að þá náttúrulega var það líka þannig sko að kristnuríkin voru að mynda bandalög við íslamsk ríki til að berjast við aðra kristna. Algjörlega. Eða múslimar voru að ráða kristna málaliða og jafnvel biðja konungana í norðri aðstoð. Algjörlega. Og til dæmis, ég kynnti mér nú ekki þann sérstaklega en það er svona mikilvæg persóna í þessu, náttúrulega El Cid. Já. Ég hef heyrt hann áður en ég hef aldrei lesið neitt hann. Nei. En þá ætlum við bara skjóta inn til þess að það nafn komið úr arabísku. Já. Og hann hétta þá Rodrigo Al-Said. Já. Al-Said þá herra sko arabísku og úr því verður það El Cid. Einmitt. En þessi múslimsku áhrif, þetta er hérna, að þú ert náttúrulega með sko, einmitt, mikil áhrif á tungumálið líka. Já, gífurleg. Að því við erum að tala sko, þú veist hvernig þú veist Spánverjar þegar þeir eru að búa til sína sko þjóðarsögu skilur sem verið til í Reconquista og svona. Hvernig á að staðsetja Al-Andalus í því. Já. Og til mér ég var að tala við kunningja minn sem að tala portugölsku. Já. Og hann myndi að segja þetta við mig þetta, ég tala náttúrulega ekki portugölsku sko, hann var að segja þetta við mig þetta mörg orð sko sem tengjast mat og verslun. Já. eru einmitt úr byrja á al og koma úr þessu sko einmitt. Og hann hrísgrjón og eitthvað svona. Já.
Já, eins í spænsku og það er líka eins... einmitt hérna fyrir ekki sko uh-huh. landbúnaði líka Já byrju ég á með þetta hérna 4.000 orð held ég einmitt, það eru held ég 4.000 orð í spænsku Já sem eru fyrst og fremst á landbúnaðar orð og matarmenning Já auðvitað mikil áhrif náttúrulega í arkitektúr auðvitað líka Já, heilmikið sem er náttúrulega algjörlega kannski svona materiálkúltúr sem að lifir eftir. Við erum náttúrulega með þessa miklu mosku, hvað heitir hún, Meskita í Córdoba sem að er dómkirkja og búin að vera síðan á 13. öld Já og hún er svona glæsileg moska eða var og þetta er alveg sérstakur arkitektúr þessi moríski arkitektúr á Spáni og þess vegna er mér hlakkaði mikið til ég ætla að skoða rauðavirkið í Granada Alhambra það var hlakkaði mér mikið til að skoða það þannig að það er náttúrulega með hennar sérstaka mára arkitektúr að kalla það sem svo eða hennar íslamska eða al-Andalús arkitektúr þetta er einmitt sko út með þurfum að tala með þetta svo margir hópar út með sko morisco það er orð sem er notað múslima á Spáni eftir endurheimtina og afkomendur þeirra og þar getum við séð ákveðin svona menningar áhrif svo erum við með orðið Mozarab eða Mozarabes sem er kristnir sem byggu undir múslimum í Al-Andalus þar sjáum við ákveðin menningar áhrif líka en kannski eitt að lokum hérna, við þurfum að því við vorum að tala að Al-Andalus var emírdæmi svo er það á 10. öld að því við vorum að tala gullöldin væri hérna 8. eða 9. og 10. öld 11. öld, fram að 11. öld þá stofnaði sitt eigið kalifadæmi kanntu söguna af því og hvað þýðingu hefur það þegar þú segir sko svo sem var emír hann var hérna þessi Abd al-Rahman fyrsti sem stofnaði emírdæmið Córdoba og síðan ertu með ákomenda hans Abd al-Rahman þriðja sem var þó emír í Córdoba sem að tók upp kalífatitilinn og þá verður þetta kalífadæmið Córdoba sem að sýnir auðvitað mátt þessa ríkis að þeir eru fannir að setja sig á par við kalífinn í Bagdad það lítur að hafa mikla þýðingu algjörlega og til dæmis það ég man ekki hvað hann hét Umayyadin sem tókst að flýja mitt vestur þá eftir Umayyad að fjölskyldan fjall það var þessi Abd al-Rahman fyrsti já hann að til dæmis að þegar hann tók við síðan þarna í Andalúsíu þá tók hann samt ekki upp kalifatitilin nei það var eitthvað sem kom setna það var náttúrulega vegna þess að kalifi náttúrulega þýðir leiðtogi eða eftirmaður eitthvað slíkt og vísar þá til Múhammed er þessi mikli spámaður og leiðtogi og síðan eru kalifarnir þá eru eftirmenn hans og það er náttúrulega mjög mikilvægt í Íslam og sérstaklega til að byrja með að þetta væri sameinað það er eitt samfélag, þetta er ein fjölskylda hinn íslamski heimur og þess vegna var það mjög viðkvæmt eða það var allt í núverði margir kalífar þannig að það var satt mjög í mönnum þannig að þessu náttúrulega leið langur tími þangað til að Umayyadarnir í Andalúsíu tók upp þennan titil og það náttúrulega sýnir það náttúrulega líka hver staðan var orðin í hinum íslenska heimi að kalífadæmið í Írak þá og því svæðinu náttúrulega var orðið svo veikt þú varst í rauninu þegar komin með ákveðu kalifadæmi í Norður Afríku sérstaklega þá í Egyptalandi Fatamítana sem voru að gagnrýna þá Abbasítana í Írak Abbasítarnir voru í rauninu búin að missa mikið völdin og voru í rauninu orðni bara að brúðum í höndum annara herfóringja og þá einmitt þegar að kalifadæmi var búið veikjast svona í þessum íslamska kjarnasvæði að þá sáu Umayyadarnir á Spáni sér leika á borði og tók upp þennan titil þá og þess vegna var til þá þetta kalifadæmi á Spáni sem endist þá til 1031 en síðan á þess að við þurfum að fara í sauman og stjórnsýslu þróun og slíkt að þá tókst þeim þó að mynda tiltölulega sterkt miðstýrt ríki
og í því lá eiginlega svolítið fall þeirra því þegar þeir voru búin að byggja upp svona sterkt miðstýrt ríki þá var mikil spenna út á landsbyggð og þá þróast þetta sem svo einmitt að þegar síðasti kalífinn þarna fellur frá þá splundrast þetta allt og verða þessi tæfa ríki og þá síðan var auðvitað ósk og vilju auðvitað ákveðina manna innan elitunar að reyna einhvern veginn að sameina þetta aftur og þá náttúrulega líka átti sér stað eða var til tómarum auðvitað á Íberíuskaganum sem síðan Berbar í Norður-Afríku því sem í dag í Marokko gátu einmitt nýtt sér einmitt þá koma þessir almóravítar inn í þetta sem að og þá erum við að tala sko hvenær erum við að tala það? 12. öld Já 1085 Almóravítar er sem sagt ætt frá Marokko sem að stjórnar Marokko eða Maghreb Norður-Afríku og þá ná þeir yfirráðum yfir veldi múslima á Spáni Já og þetta er líka mikilvægt að skjóta hérna inn að þeir voru þarna þeirra veldi frá svona 1085 til 1145 og sko upp úr 1040 þá þeir bara búin að taka upp Íslam þannig að sko þrátt fyrir það að Arabar höfðu búin að leggja undir sem megna svæði fyrir löngu og þá voru þetta sumir berba ættbálkar voru kristnir langt fram eftir öllu og sumir voru það sem maður myndi kalla bara heiðingjar svona fjölgyðistrúar og almóravítarnir, þeir voru fjölgyðistrúar og þetta skiptir miklu máli upp á þeirra ríki því eins og svo oft með þá sem eru nýbúnir að taka upp trú eða eru einhvern veginn sko frá jaðarsvæðum þar sem að einkennin kannski ekki nú sterk þá voru þeir sérstaklega heitir í trúna því þeir höfðu svo mikið að sanna þeir höfðu að sína svo mikið einmitt. Við erum alvöru múslimar þannig að þess vegna kerðu þeir mjög harða línu og sem Berbar og þá líka lendur í útistöðum við Arabana þá og þá múslimana á Íberíuskaga einmitt en það verður svo byrja svo oft áður og þeim var boðið að koma þarna yfir til þess að hjálpa einhverju tæfa ríki og svo náttúrulega sáu þessir Berbar sér leika borði og mikið hvað allir eitthvað aumir hérna og lélegir heyrðu, ef við náum í fleiri félag okkar frá Marokko þá minnstamál fyrir okkur að leggja þetta undir okkur einmitt og þetta auðvitað þessu aftur að þessu konvivensia þarna að það svona þú veist þegar Ferdinand og Isabella byrjaði með crackdown á gyðingum og múslimum sem hluti að því að brjóta niður þetta konvivensia og síðan eins þegar almóravítar byrja að kristnum svolítið svona endalokana svona gullöld þessa mikla umburðarlenda ríkis þá emírdæmið og kalífudæmið Córdoba samkvæmt og þarna finnst mér líka svo áhugaverð þessi þá þarna sem að kannski ýmsu leiti ákveðna samvinnu þá með kristinna ríkja líka og þessar tæfa ríkja eða þessar smá íslensku ríkja ákveðin leiti þetta gegn líka þessum berbum því það var raun og verið enginn kannski sem vildi hafa berbana en það er samt áhugavert eins og einn þarna konungur þá eða soldátni emir eða hvað við kalla hann af Sevilla þegar honum var til dæmis boðið að berjast með þá Alfonso sem var þá Kastilíumaður þá hann hafa sagt sko að það sé betra að vera úlfaldahirðir heldur svínahirðir og þá fannst honum persónulega skömminni skárra að vera hjá berbónum heldur en hjá þessum kristnumönnum en það sem að gerði samt síðan setna mér að mikið af þessum tæfaríkjum voru mjög háð kristnumönnum og menn unnu líka mikið saman á sama tíma sem auðvitað menn voru líka kúaðir og framir allavega ódæði og svona en mannkynssagan alltaf bara almennt slík og þeir mega til dæmis eiga það almóravítarnir sem voru mjög menningarsnauðir ef maður orðar sem svo og mjög harðir í sinni engiðistrú og í sinni íslömsku trú að þeir tóku því samt mjög alvarlega að verja þá fólk bókarinnar, þá kristna og gyðinga þannig þeir jafnvel gripu inn í og stoppuðu þá
svona tæfa ríki sem höfðu einmitt núna verið að nýta sér tækifæri kannski að hefna sín á kristnum mönnum. Byrju hverjir, almoravítar? Já. Ég held einmitt að þeir hefðu verið svo miklir að þú varst að segja að þeir væri svo miklir þurft að sanna sig sko með því að Jú, og þeir þurftu að gera það en að því að stend kem svo skýrt fram í Kóranunum að þú átt að virða kristna og gyðinga svo framan sem þeir gefast upp og borga sinn skatt og sætta sig við að vera undirsáttar múslima og þess vegna gripu þeir þá inn í að þeim fannst trúbræður síni verið ganga of langt á meðan að múslimar á Íberíuskaga fannst erfitt að vera undir þeim út af því að menn voru orðin býsna frjálslyndir í ýmsu leyti, soldanotnir í gamla Umayyada kalifadæminu, þeir voru að drekka vín og það voru svallveislur og semja ljóð og þú veist, hitt og þetta svona sem síðan almóravítarnir sem þessir ættbálkar sem byggu í eyðimörkinni þar sem alltaf engin svona munaður þeir vildi ekki sjá neitt svona samanber það líka veist, að því að tala um heimspekina og menninguna í Rúst til dæmis, Averó sem hafði gífurlega áhrif á skólaspekina og heimspeki og miðalda hans verk til dæmis, ef þú vilt lesa hann á frumálunu, þá getur það ekki hann skrifaði arabísku en öll hans verk voru brend allt það sem var til á arabísku þannig að eina leiðin þess að lesa hann er að læra latínu, það var næsta sem hún kemst frumálunu þannig að til dæmis hans arfleifð var engin á Íberíuskaga en hann lifði áfram til dæmis í Ítalíu og Frakklandi og var mikið ræddur í háskólum Evrópu og þarna sér maður einmitt bakslægi sko. Þarna koma almóraveitarnir með þessa harðlínu sína og fyrir þeir vildi ekkert einhverja aristótelíska heimspeki og íslamska guðfræði það var bara Kóraninn einmitt. Hættu þessu kjaftaði og svo brenduðu bækurnar hans þeir brendu bækurnar einmitt þetta var allt brent, öll þessi handrit sem voru til á arabísku skrifuð af honum og hann var jafnvel settur í fangelsi hann Íbur Rúst en þeir slepptu honum síðan á endanum en hann lífði bara nokkra mánuði greið kallinn áður en hann lést síðan En við erum að tala um almóravítar þá erum við að tala um 11. fram á 12. öld svo brottar þetta svolítið niður aftur við erum með Tæfa ríki og þetta er náttúrulega svolítið svona samsóningur og alls konar en síðan á 12. öld og 13. öld þá koma nýjir stjórnendur eða þá er múslimski spátn aftur saminaður og þá er það almóhatar aftur frá Norður Afríku ný svona valdaætt frá Norður Afríku sem að stjórnar veldi múslima á Spáni harðir í trúnni mjög uppteknir af engiðistrúnni í Íslam sem alltaf það erfitt líka fyrir múslima á Íberíuskaga sem voru kannski vanir hvað maður kallaði kannski svona umburðulendir eða svona þægilegri útgáfu af Íslam með maður orðar sem svo menn horfðu í gegnum fingur sér með áfengistrykki og eitthvað slíkt Þetta er áhugavert og svo sjáum við á endanum í blálogin 14. og 15. öld þá er þetta orðið frekar veikt kristni menn búin að leggja undir sig langmestan hluta Spánar og það sem eftir er svona síðasta ríki svo við komum hérna heilan hring þar sem við byrjuðum með emírdæmið Granada er það ekki stundu kallað hvað er orðið Nasrít emíradæmið í Granada sem er alveg síðst á Spáni og þá var það orðið svona leppríki í Kastilíu þannig að síðustu árin sko. þau voru orðin það en voru og reyndu að biðja aðstoð frá Norður Afríku og fengu það stundum og stundum ekki En síðan samt þú veist, við erum búin að tala núna með almóhatana og hversu upptekni þeir voru til dæmis af Íslam og slíkt þá til dæmis, bróðir til dæmis hans Afonso annars sem var þá konungur Portugals 1219 bróðir hans til dæmis barðist með almóhötum og ég segi þetta þá bara til þess að benda á að fullt af kristnum mönnum sem börðust líka fyrir almóhatan og það er til dæmis einhverja heimildir sem segja að á miðri 13. öld hafi verið 12.000 kristnir hermenn í Marrakesh sem er í Marokko
sem voru þá einmitt í þjónustu þá almóhata og berjast fyrir þá. Já. Að því síðan, ég er búin að hugsa, það er eitt sem ég er búin að hugsa alltaf manstu þegar við tölum hann franska sagfræðingin, hann Baudelaire, heitir hann það ekki? Braudel, já. Og bókin hans ekki Miðjarðarhafið, já. Hann sem áttu nú að fjalla einhvern franskan konung, var það ekki? Philip V og Miðjarðarhafið, svo fjallar þetta bara Miðjarðarhafið. Já, einmitt, já. Þar sem hann talar fjallasvæði á móti sléttum og dölum og slíku. Einmitt. Og þar sem hann talar hvernig fjöllin eru léleg landbúnaðarsvæði, fólksfjöldin þar leiðir til þess að þú þarf alltaf að losa þig við ákveðin hluta fólksins reglulega og þá kemur pressa frá fjöllunum og niður í dalina og það er eins og kannski einhvern veginn slíkt fyrirbrigði hafa átt sér stað á Íberíuskaganum að kristna fólkið í fjöllunum í norðurhlutanum voru mikið að berjast og lifðu svona hörðu lífið þar og þá erum við kannski hlutaði að losa sig við fólk þaðan að þjóna sem málaliðar. Þá þjónu menn oft sem málaliðar fyrir þá almóhatana eða hvað það er. Ég held sér svipa fyrirbrigði eins og sér með Tyrkina og Svartfjallaland eins og Albaníu. Það er einmitt svona fjalllendi þar sem var mikið af tyrkneskum hermönum komið einmitt þaðan, þá sem albanar eða kristni svartfellingar og eitthvað slíkt, eða allir sviss og svissneski málaliðar. Ég held að það hafi verið svolítið svona prósessar líka sem styrði mikið af þessum kristnum þjóðum með kristnum mönnum voru einmitt þá bara berjast fyrir þá sem borguðu best. Já, einmitt. Þannig að það er áhugavert. Já, þetta er áhugavert. Veitum að ég held að veitum að nema staðar hér, nú erum við komnir vel inn í málefni kristinna manna á Spáni. Við ætlum að koma hér aftur í næsta þætti og ætlum að ræða betur endurheimtina og uppruna nútímaríkis Portúgala og Spánverja á Íberíuskaga. Þeir eru svona arftakar Al-Andalus og lifðu og svolítið svona eins og Bísanska ríkið sko. Þetta er svona stórt svona menningarveldi, öflugt ríki miðstýrt ríki með öflugri borg sem er alltaf í stöðu stríð og minkar og svo endanum ertu bara með eitthvað svona pínulítið svona ríki smáríki sem að er síðan á endanum yfirbugað og svo framvegis. Þannig að ég held að veitum kannski að ef við ekki bara nema staðar hér og koma aftur í næsta þetta og ræðast betur Reconquista. Endilega, komið gott. Þá segjum við þetta gott hér á hlaðvarpinu Söguskoðun í bili, gott fólk, verið sæl.